Nú, dagskráin eftirfarandi og eins og þið sjáið þá verður fundurinn tekinn upp, þannig að verður aðgengilegur á heimasíðu Matís. Jónas Viðarsson ætlar aðeins að taka Matís og fiskeldi og síðan þar í framhaldinu koma örfyrirlestrar frá nokkrum aðilum og svo í restina munum við hafa tíma fyrir spjall og svona umræður. Þannig að Jónas, ekki bara ágætt að þú hefji leik og kannski hvet fólk til að vera mjúta bara á meðan Jónas talar og en líka í lagi kannski að slökkva myndavélinni og síðan kannski kveikjum við á öllu þegar þetta er afstæðið, myndavélinu og mikrofónunum. Þannig Jónas, taktu út bara yfir. Þakka fyrir, já, ég held ég seti bara mute all. Þannig að þið þurfum bara að opna fyrir mikrofónin ykkar ef þið viljið segja eitthvað. Svo náttúrulega að gera nota handauppréttingarnar. En bara velkomin á þennan fund. Við ætlum að hafa hann svona taka spjall í svona cirka klukkutíma og ég ætla að byrja á að segja ykkur frá Matís og hvað Matís snýst og hvernig við sjáum fyrir okkur að við getum aðstoðað fiskeldið og hvað við erum að gera í fiskeldi og ætla að byrja að renna í gegnum það. Þannig að kannski ekki bara svona fyrst af öllu, þá náttúrulega, ef þið vitið ekki, þá er Matís opinbert hlutafélag. Við erum sem sagt í eigu ríkisins og það er atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra eða sjávarútvegsráðherra sem heldur á öllum okkar heldur á þessu eina bréfi sem við hlutabréfi í Matís og okkur samkvæmt lögum er ætlað að standa vörð verðmætasköpun, matvælaöryggi og lýðheilsu. Starfsemi fyrirtækisins má skipta upp í þessa 4 þætti, sem sagt við sinnum rannsóknar- og nýsköpunarverkefnum sem eru fjármögnuð í gegnum samkeppnissjóði. Við stundum þjónustumælingar, við erum með forgangs- og öryggisþjónustu og tilvísunar rannsóknarstofur og svo sinnum við ráðgjöf, menntun, fræðslu og við erum auk þess með innviði og aðstöðu sem að fólk getur nýtt sér, þar á meðal matarsmiðjur. Hjá Matís starfa 90 manns og helmingur þeirra eru með meistara eða doktorsgráður og við höfum á að skipa starfsfólki og mannauð sem kemur víða að og hefur mikið fram að færa í kringum allt sem að snýra að matvælaframleiðslu. Sérfræðiþekkingin einnig töluverð og margt af okkar starfsfólki hefur náttúrulega verið að vinna í þessum bransa í áratugi og svo erum við einnig með töluvert mikið af nýjum og upprennandi vísindamönnum hjá okkur. Starfsemi okkar skiptist náttúrulega í mjög marga hluta og við erum að sinna matvælaiðnaðinum þvert yfir og við erum átt að skipta því sem við erum að gera upp í þessa flokka og það er einn flokkurinn náttúrulega fiskeldi en allt tengist þetta. Við erum til dæmis að gera töluvert að rannsóknum í fiskeldi sem að byggja á nýtingu á líftækni og við erum að framleiða fóður og þróa fóður sem til dæmis gert úr þörungum og við stundum umhverfisrannsóknir, þannig að þetta tengist allt saman. Ef ég segi ykkur aðeins í mjög stuttu máli frá innviðunum sem að skipta máli fyrir okkur eða fiskeldisgeirann, þá náttúrulega erum við mjög stolt af rannsóknar eldis aðstöðun okkar sem við erum með í Reykjavík, upp á Grálandi. Við köllum stöðina Mars eða Matís Aquaculture Research Station og þar erum við með 3 kerfi sem við erum aðalega að nota eða eingöngu að nota til þess að sinna fóðurrannsóknum og vaxtarrannsóknum. Þannig erum við með 2 raskerfi og 1 flóðþúrkerfi. Það tegundir sem við erum að vinna með eru lax og silungur eða regnbogasilungur, bleikja,
tilapía, hvítleggjarækjur og svo vorum við líka að gera tilraunir með ostrur. Og svo þjónusta sem við sinnum þarna náttúrulega við erum í fóðurgerð, vaxtartilraunum, meltingartilraunum, meltanleikatilraunum. Við getum fylgst með atferli, við gerum gut microbiome rannsóknir, við erum með alls konar mælingar og greiningar og sem við erum líka með töluvert af þeim sem við bara kaupum hjá sérfræðingum út í heimi og þetta gerum við skýrslur og ráðgjöf. Innviðir hjá Matís koma víða að, við erum með, og það er of langt mál að fara ofan í það allt saman, en það er hægt að sjá innviðin okkar og með því að fara á annan link sem ég hefði aðgengilegan eftir fundinn. Við erum með alls konar mælingar og Viggo mun aðeins ræða betur það á eftir. Við erum með skinnmat, þannig að þegar kemur til dæmis að vöruþróun eða mat á geymsluþoli þá skiptir skinnmat þar höfuðmáli. Við erum með erfðafræði, við höldum námskeið á ýmsum vegum. Við erum með á 3. tug námskeiða sem við getum haldið, mörg þeirra mjög relevant fyrir fiskeldisgeirann. Við komum að vöruþróun, rekjaleiki, merkingar og pakningar. Við gerum vistferðisgreiningar og svo aðstöðum við fólk við umsóknir í samkeppnissjóði þegar við á. Við erum í mjög miklu samstarfi við bæði innlenda og erlenda samstarfsaðila og þannig að það er í raun og veru bara lykilatriði að eining eins og okkar geti lifað, það er að vera í góðu sambandi við grasrótina og við fyrirtækin í landinu. Eins og ég sagði áðan þá komum við að fjármögnun úr samkeppnissjóðum og það er eitthvað sem að við myndum gjarnan vera í samtali við greinina hvernig við getum aðstoðað greinina að sækja í innlenda og erlenda sjóði fyrir rannsóknar og nýsköpunarverkefni. En Matís hefur gengið afskaplega vel þegar kemur að verkefnaöflun. Helmingur af tekjum Matís koma frá samkeppnissjóðum og þetta var þannig fyrra að 37% kom úr erlendu samkeppnissjóðum sem náttúrulega bara sýnir það að við höfum sérfræðiþekkingu á því sviði sem er í heimsmælikvarða og það að vinna með okkur að svoleiðis verkefnum, það getur allan ekki skemmt að vera með okkur með þessu en við gerum mjög lítið án þess að hafa iðnaðinn með okkur, þannig að það er lykilatriði. Og náttúrulega kannski gott dæmi er náttúrulega matvælasjóður sem að veitti styrki í fyrsta skipti í lok síðasta ár og þar kom Matís að nokkuð mörgum verkefnum og í þeim verkefnum vorum við á 3. tug samstarfsaðila hér innanlands. Þannig að það er mjög mikilvægt og nú er einungis 3 vikur í það að næsti umsóknarfrestur líði. Þannig að við erum búin til umræðu að koma umsóknum í matvælasjóð. Eins og ég sagði þá náttúrulega hefur okkur gengið líka mjög vel í alþjóðlegum samkeppnissjóðum og við erum í raun og veru í öðru sæti af íslenskum lögaðilum að sækja í evrópska sjóði. Horizon Europe sem var að ljúka núna og stóð yfir í 6 ár, þar náði Matís sjálft í tæplega 800 milljónir íslenskra króna eða 11,8 milljónir í styrki, plús það að örugglega nálægt því svipuð upphæð fékkst til innlendra samstarfsaðila og það sjá ég hérna lógon okkar af þeirra sem við höfum verið að vinna með í þeim verkefnum. Þannig að Matís, hvort sem það er í almennum matvælarannsóknarverkefnum eða þá það sem snýr meira að þessum ykkar geira, sem sagt fiskeldinu, þá er þarna óplæðan akkur að ræða og við sjáum það náttúrulega í næstum rammaáætlun sem er Horizon Europe. Þar er mjög mikil áhersla og í raun og veru mun meiri áhersla á fiskeldi heldur en á villtarveiðar, þannig að menn eru búin að átta sig á því hvar framtíðin liggur. En náttúrulega bara leggja áherslu á það að Matís er hér fyrir
fyrir matvælafyrirtækin í landinu og við viljum endilega vera með samtal í gangi við ykkur hvernig við getum best starfað með ykkur og unnið ykkar málum. Þannig að þá þetta búið. Valur. Já, takk fyrir þetta, Jónas. Þá kannski komið að þessum örkynningum á verkefnum og þjónustu Matís á sviði fiskeldis og við byrjum á Gunnari Þórðarsyni sem mun fjalla samstarf Matís og Skagans 3X í fiskeldistengri nýsköpun. Já, Matís hefur átt langt og gott samstarf við Skaginn 3X og ég hef komið að þessu núna í allmörg ár, hef nánast verið eins og starfsmaður á rannsóknar- og þróunardeild fyrirtækisins og bara stoltur af því. Það hefur verið mjög gott að vinna með Skaginn 3X. Ég ætla að segja ykkur frá örfáum verkefnum sem tengjast fiskeldi. Það ber kannski hæst verkefnum ofurkælingu sem við unnum með erlendum og innlendum aðilum. Það var reynda bæði fyrir hvítfisk og lax en ég ætla bara að tala laxinn hérna. Og það sýndi sig að við gáum út skýrslu 2015 sem aðgengileg fyrir hvert sem með niðurstöðum okkar og þar sýndum við fram á það að með ofurkælingu þá erum við að tala að fara með laxinn strax inn í -1,5 gráðu eftir slátrun. Þá gátum við lengt líftíma vörunar verulega. Það sem kom okkur mest á óvart og þið sjáið myndina, það var gæðin, það var alveg svo svart og hvítt og þetta alveg raunverulega myndir sem þið sjáið þarna að það bara miklu minna los í þessum fiski heldur en þeim sem var kældur með ís í rólegheitum. Við erum að kæla hann á þessu á svona 1,5 tíma eftir slátrun. Og þetta hægir á og dregur úr samdrætti í dauðastirnu. Við trúum því reyndar að það sé ein ástæðan fyrir þessu. Við mældum þetta, við vorum mikið út í Finnlandi og Noregi þegar við vorum að þessu rannsóknum. Þar sýndum við fram á það allir í laxavinnslu í Noregi að það var áframvinnsla að eftir að búið að kæla fiski svona niður. Þá rann hann reyndar í gegnum flökununa að það þurfti ekkert eftirlit með plakaköllum. Flökin komið svo heil í gegn og hitastig hélst alveg vel -0,8 alla leið í gegn í pakningar. Hann gæti fór út í bíla sem dreifði þessum út í smásölu. Við jafnframt vorum að prófa að senda fisk langa leiðir, óísaðan og ofurkældan. Við sendum fisk til Japans í gegnum frá Norður-Noregi, í gegnum Kaupmannahöfn og síðan til Tókíó og það tókst alveg gjörsamlega frábæri. Þegar Japanir opnuðu kassana þá var laxinn -1 gráða. Þetta svona gengur út á það fullvissa á að þetta sé ekki frosið, heldur ofurkælt. Það bara eitthvað sem þarf að kenna markaðanum í framtíðinni. Sjálfur fluttu við fisk með Arnarlaxi til San Francisco með flugi á þess að nota ís. Við erum búin að senda 2 stórar sendingar til Póllands með regnbogasilung án ís og meira að segja í pappakössum. Bæði fröblast og plasti og það gekk mjög vel líka. Við höfum unnið mikið að þessu á sínum tíma með Arnarlax. Þetta sjáum við mynd af ofurkælingabúnaðinum sem Arnarlax með. Það bara mjög mikilvægt að þessi hluti vinnsluna sé ekki flöskuháls í vinnslunni. Við sáum það bara að fara niður í plús 1 eða 2 gráður dugar ekki. Það þarf að fara vel niður fyrir niður í -1 til þess að ná þessum ofuráhrifum sem ofurkælingin hefur. Reyndar var Arnarlax síðan fyrsta sláturhúsið til þess að taka upp þessa aðferð og Austfirðingarnir eru með þetta Djúpavík líka og Skaginn 3X hefur verið að selja norskum aðilum þessa hugmyndir og við sjáum fram á það að þarna verður þetta að flytja lax á markað með skipum en þurfum ekki að minna að nota flug við að koma á að tala Ameríkumarkað. Og jafnvel á vesturströnd Bandaríkjanna. Það eitt af því sem við erum að sóttum verkefni þar sem Eimskip kemur reyndar að og við ætlum að prófa það að koma ofurkældum laxi allavega á vesturströnd Bandaríkjanna í gámum. Fletta bara, ég ætla að segja ykkur frá Rigor Mortis eða dauðastyrnunarverkefni sem við gerðum með Skaginn 3X líka. Það kom í ljós að með því að kæla hann svona niður þá ekki bara töfðu við dauðastyrnunarferli verulega, þannig ef að menn vilja fara í vinnslu Rigor þá bara mjög mikilvægt að kæla nógu mikið. Við erum að tala marga klukkutíma sem lengi tíma þannig að hann byrjar að herpast og það sem annað og við sýndum fram á það í þessu verkefni
að samdrátturinn verulega minni ef hann kældur svona mikið. Og það bara næst, það vídeó næst sem sýnir samdrátt á flökum. Þannig við sjáum hvað laxi dragast minna saman en þorskur, þá þetta tölur sem hann dregst saman. Og við segjum frá einu verkefni enn sem við erum konur á fulla ferð með. Það í samstarfi, það Skaginn 3X með Matís og við erum með Arctic Fishing í þessu líka. Og reyndar hefur sjótækni að koma að þessu með okkur líka. Við sjáum bara mikið tækifæri í því að fá þá inn og svo stjörnuoddi. Þannig verið að tala að taka hjartamæla, græða í lifandi fiska og svo ætlum við að prófa að dæla þeim með hefðbundin dælu sem þessar vakúmdælur og svo erum við með nýja dælu sem Skaginn 3X hefur verið að þróa og við ætlum að sýna fram á það og við trúum því að við getum sýnt fram á það að fiskurinn þetta valdi mun minni streitu þessi Archimedes dæla eða value pumpers og þeir kalla hana og það eru engin smá tækifæri í þessu vegna þess að meðhöndlun á lifandi fiski töluverð. Við erum að tala Norðmenn, þetta kostar Norðmenn bara laxalúsinu með 120 milljarða á ári, 60 milljarðar tjón og 60 milljarðar í fyrirbyggjandi ráðstafanir. Þannig að þetta svona risadæmi. Og þarna hefur við sagt við menn, ef það eitthvað fleira sem þið viljið prófa, við erum kannski búin að prófa allt sem við viljum gera með þessu fiski, þá þessi mælar nokkra mánaða líftíma, þannig að það má prófa ýmislegt og það kannski það sem að sjótækni að horfa til, að geta prófað hvað annað geti haft neikvæð áhrif. Því að streita, hún dregur úr matarlist eftir tilraun og eftir dælingu og hún getur líka valdið tjóni á gæðum við dælingu inn í slátrun. Þá læt ég þetta gott heita. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Gunnar. Þá Birgir Örn Smárason næstur með nýja og óhefðbundna próteingjafa í fiskeldisfóðri. Já, komið sæl. Ég Birgir. Ég ætla aðeins að stikla á stóru fara yfir örfá verkefni sem við höfum verið í hvað varðar fóður í fiskeldi, fóðurprófanir og þá fjalla aðalum þessa við köllum nýir og óhefðbundnir próteingjafar, það sem kallast á ensku alternative proteins. Og kannski byrja aðeins á bakgrunni, af hverju við erum að þessu og hver þörfin, er einhver þörf, gengur þetta ekki bara ágætlega eins og þetta en það náttúrulega aðgengi að hágæða próteini, svona sjálfbært framleiddum próteini verður svona sífellt takmarkara vegna ýmissa þátta eins og bara fólksfjölgun og aukinn þrýstingur á náttúruauðlindir og loftslagsbreytingar til að nefna eitthvað og á sama tíma hefur eftirspurn eftir próteini á heimsvísu aldrei verið meiri og til dæmis þess að mæta þessari þörf þá talið að núverandi próteinframleiðsla þurfi að tvöfaldast fyrir árið 2050 sem svona tiltölulega erfitt að sjá fyrir. Og svo má líka nefna bara í Evrópu að Evrópa ekki sjálfbær þegar kemur að próteinframleiðslu en svona cirka 70% af fóðurpróteinum innflutt, svona mestu frá Suður-Ameríku og þessi staðreynd hefur svona beint sjónum að fæðuöryggi og almenni bara samkeppnishæfni Evrópu. Það því mjög mikilvægt að finna og þróa sjálfbæra próteingjafa sem hægt að framleiða í magni sem mætir vaxandi eftirspurn í fóðuriðnaði og matvælaiðnaði auðvitað líka. En þá spurning hvað þetta þessi nýju og óhefðbundnu próteingjafar, alternative proteins, hvað telst til þessara próteina, hvernig getur við skilgreint þau. Ég held að þetta snúist aðalega umhverfislega og samfélagslega sjálfbærni, þar sem við göngum ekki á auðlindir, þar sem við erum helst að nýta það sem nú vannýtt. Við verðum að auka það val sem við höfum þegar kemur að sjálfbærum matvælum og fóðurhráefnum. Og ef við nefnum dæmi til dæmis framleiðslu á skordýrum, sem mjög vaxandi iðnaður, skordýraprótein, þá eru þau alin á lífrænum úrgangi sem kannski nýtist ekki beint inn í næringarefnahringrásina aftur. Þannig að við erum að búa til verðmæti og hágæða prótein úr því sem nýtist ekki neitt eða lítið með tiltölulega litlum umhverfislegum kostnaði. En Matthías hefur tekið þátt í töluverðum fjölda og leitt mörg verkefni sem tengist þessu, síðustu 7 til 8 ár kannski,
sem snúa því að þróa og prófa og finna nýja próteingjafa í fóður og matlíka. Ég ætla að byrja að nefna þetta verkefni hérna, Next Gen Proteins, sem stórt Evrópuverkefni sem Matís leiðir, sem snýst það að þróa næstu kynslóðir matvæla og fóðurpróteina með sjálfbærum og umhverfisvænum hætti. Og þetta svona liður í þeirri umbyltingu sem þarf að eiga sér stað í heiminum og komandi árum til að fullnægja þessari aukinni próteinþörf á sem umhverfisvænastan máta. Og þarna erum við að taka getur sagt 3 prótein, við erum að taka örþörunga, prótein og örþörungum, skordýraprótein og svokallað innfrumuprótein eða single cell prótein. Og hérna fer aðeins betur yfir þetta því að við erum með stökkverkefni líka, þar sem við erum að taka þessa próteingjafa fyrir. Hérna til dæmis verkefni sem nýlokið sem kallaðist Energy to Feed, þar sem við erum að skoða hérna örþörunga. Við höfum mikið verið að vinna með fyrirtæki sem heitir Vaxa upp á Hellisheiði til dæmis. Í þessu verkefni var hérna Matís, Vaxa, Siemens og Waitrose sem snýr svona tæknilegu hliðina í verksmiðjum hjá Vaxa. Fá sem bestan örþörung út sem getur nýtt bæði próteinið og fituna. Og hérna til dæmis að sýna niðurstöðu tilrauna sem voru með tvenns konar fóður sem var þá annars vegar hefðbundið laxafóður og svo var sem sagt, hvað getur sagt, hefðbundið laxafóður með hérna prótein og olíum úr þessum örþörungum. Og við sáum að á tiltölulega stuttum tíma þá gátum við hækkað EPA og DHA magn í fiskinum umtalsvert og hérna og auk þess að vera með hérna prótein úr örþörungnum líka. Annað verkefni sem við getum nefnt til dæmis verkefni Sylfeed, þar sem við erum að taka það sem þá erum við að tala um þessa einfrumunga single cell protein, þar sem að hérna þarna verið að nýta í rauninni auka afurðir og skógarvinnslu, brjóta niður í efnaferli og þarna eru bakteríur eða þessu tilfelli sveppir, gersveppir sem að gerjast á sykrunum í viðnum og svo þurrkaður bara próteinmassi sem síðan notaður í hérna fóðurblöndur. Og við höfum gert tilraunir á laxi og við höfum gert tilraunir á hérna bleikju og með tilapju með mjög góðum árangri. Og skordýr, við höfum hérna töluvert mikið verið að vinna með framleiðendum sem skordýra próteins bæði út í Evrópu og meira að segja hérna heima. Þetta einmitt, eins og ég nefndi á mjög stækkandi og vaxandi iðnaður og svona regluverkið að opnast, hefur verið að opnast fyrir hérna fóður og svona að fara að opnast fyrir matvæli líka. Þannig að þetta mjög spennandi og hérna og þannig er svona tækifæri til þess að algjörlega nýta hráefni sem að hérna geti verið ónýtt og hérna umbreyta því í hágæða prótein sem við getum komið aftur inn í fæðukeðjuna. Já, þetta var síðasta frá mér. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Birgir. Þá er næst fiskeldi og erfðafræði og það er Sæmundur Sveinsson hér á Matís. Ja, komið öll blessuð og sæl. Ég heiti Sæmundur, eins og Valur sagði, og sinni erfðarannsóknum á Matís. Ég ætla að nefna svona örfáa þætti sem við komum að hér í erfðafræðinni. Og fyrsta sem ég vildi nefna er að Matís er sú rannsóknarstofa hér á landi sem erfðagreinir þá strókulaxa, þá sem sagt eldislaxa sem hafa vilst upp í ár á Íslandi. Og þetta er sem sagt gert árlega á öllum þeim löxum sem veiðast og þetta er unnið í nánu samstarfi við Hafrannsóknastofnun. Og ég svona kíkti á tölurnar hjá Hafró þar sem birt á heimasíðunni og þetta er á bilinu 3 til 12 eldislaxar sem veiðast í íslenskum ám svona undanfarin 3 ár. Og það sem er áhugavert við þetta er að þessar erfðagreiningar þær þetta nýta til þess að rekja strókulaxan til uppruna strókulaxana til einstaka kvía. Og þetta er raun og veru faðernisgreiningar sem eru framkvæmdar af því að við sem sagt búum til faðernisprófíl á öllum hængum sem notar frá stofnfiski hér á landi og síðan notum sem sagt berum þá sama faðernisgreinu og veru þá laxan sem veiðast. En svona áhugavert að nefna að
að 2-3 strókalaxar á þessum undanförnum árum hafa veiðst sem hægt er að sýna að þeir eru ekki af íslenskum uppruna. Einn var alls ekki einu sinni stofnfiskur, hann var öllum líkindum salmóbrít sem hafi vilst hérna upp í einhver á. Og svo virðist líka hafa veiðst stofnfiskar sem eru alls ekki íslenskir. En svona eitt sem vildi nefna líka, en það er ekkert sem við erum að gera, en það er hægt að beita sömu aðferðafræði í þessum upprungreiningum til þess ef það væri áhugi fyrir á iðnaðinum hér á landi að rekja uppruna lax á markað erlendis. Þannig ef það kemur einhver spurning hvort að lax væri og markað erlendis væri íslenskur eða norskur eitthvað slíkt, þá myndi þessi aðferðafræði líka nýtast til þess að staðfesta íslenskan uppruna. Næsta glæra, Biggi. Annað verkefni sem ég vil nefna sem við erum aðilar að og er búið að vera mjög skemmtilegt og búin að vinna að síðan ég hóf störf hér á Matís, að þetta verkefni heitir Lúsinfer eða Síklósilegt og það er leitt að verkefni af Alberti Eimsland hjá Aquaplaniva og Matís er þáttakandi að þessu verkefni ásamt íslensku fiskeldisfyrirtækjunum, Háskólanum Hólum og Háskólanum Akureyri og þetta verkefni snýst það að bæta lúsa á hrognkelsi en eins og margir vita þá er hrognkelsi mikilvæg tegund til þess að halda niðri lús í kvíum og það nýtir sérstaklega vel í köldum sjó sem hreinsifiskur eins og við erum að þessá sjór sem við erum að rækta fisk hér á landi við. Og bara í mjög stuttu máli að þá sýna niðurstu verkefnis þess að það er hægt að stórbæta lúsa á hrognkelsi, bæði með kynbótum að velja fyrir hendur fjölskyldur til þess að sem éta meiri lús en aðra fjölskyldur og það er líka hægt með ákveðnum aðferðum í foreldi að venja hrognkelsi að éta lifandi fóður, þá hefur verið sýnt fram á það eykur lúsa á hrognkelsunum þegar það komið til kvíarnar og sérstaklega líka það minnkar á hrognkelsi á laxafóðri sem það er mjög ekki heilbrigt fyrir hrognkelsi að éta mikið af laxafóðri. Næsta glæra Biggi. Eitt sem ég vil nefna sem við erum á Matís og líka í samstarfi við Hafró að við erum frekar spennt yfir, það er svokallað umhverfiserfðaefni sem er EDNA í stytting. En okkur þykir þetta afskaplega spennandi aðferðafræði til umhverfisvöktunar og ég held að þetta sé gríðarlega möguleikar. Aðferðafræðin byggist á því að erfðaefni er safnað á tilteknu umhverfi, þannig að til dæmis síður sjór, nálægt sjókvíum og síðan er það greint með nútíma aðferðum í erfðafræði og þá færðu mynd af því lífríki sem er í sjónum eða í þessu tiltekna umhverfi á þessum tiltekna tíma og ég held að þetta hafa ákveðna möguleika til þess að meta ef það er einhverju lífrænir þættir sem eru valda streitu eða sjúkdómi jafnvel hjá fiski, þá getur þetta orðið hraðvirka ódýr leið til þess að vakta sjúkdómsvaldandi þætti. Það getur verið laxalús eða fiskilús eða þörungar eða eitthvað slíkt, eitthvað sem er lífrænt sem hefur erfðaefni en er að valda vandamálum í fiskeldi, að þá getur þetta orðið öflug leið til þess að kanna ástandi og fylgjast með. Þannig að það er við erum að þreifa okkur áfram með þetta og erum með örfá verkefni í gangi en höfum áhuga á að kanna þetta nánar. En það var ekki meira hjá mér. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sæmundur. Þá er það næst Viggo Þór Marteinsson, held ég örugglega, sem ætlar að tala mælingaþjónustu fyrir fiskeldið á Íslandi með áherslu á listeríu. Já, góðan daginn. Ég er nú alltaf að fara að tala meira matvælaöryggi og þá þjónustu sem við veitum hér hjá Matís. Við erum með tugir hefðbundna aðferða til þess að skoða bæði örverur og efnamælingar og þá getur það verið vinnsluvatn í sjó og afurðir varðandi geymsluþol eins og lax og silung. En ég ætla nú fyrst og fremst, þetta er hefðbundnar faggildar aðferðir, ég ætla að tala mest eiga á nokkur orðum listeríu. Listeríu er kannski það vandamál sem enginn vill kannast við en er þó viðvarandi og er erfitt að losna við. En það er vegna þess að listeríu er umhverfisbaktería sem finnst nær allstaðar og það er 6 tegundir til en það er bara ein sem er sjúkdómsvaldandi, það er þá Listeria monocytogenesis. Og við
og hún mjög erfið viðureignar þar sem hún vex við lágt hitastig og alveg upp í 45 gráður og mjög mismunandi pH, þannig að hún mjög svona erfið. Næsta Klara. En það sem við getum gert, við getum raðgreint erfðamengi Listeria-monocytogenes-stofna. Það að segja, þetta mismunandi stofnar af sömu tegund. Þannig að tegundin Listeria-monocytogenesis en það mismunandi stofnar af þessari tegund. Og þannig getum við farið í svona upprunagreiningu, leita að hvort það sé sami stofn eða viðvarandi á mismunandi stöðum. Og það raun og veru svolítið svip og það hefur verið að gera með COVID-veiruna sem veldur COVID-sjúkdómnum. En erfðaefni hennar 100 sinnum minna heldur en í Listeríu. Og þannig getum við raðgreint og borið saman mismunandi stofna. Og eins og við kannski vitum þá þetta bara að taka DNA úr stofnum sem hafa verið ræktaðir og bera saman textan í erfðaefninu og annarkvort hann nákvæmlega sá sami eða það getur verið mismunandi. Það getur verið smá misræmi milli textana og þannig þetta að greina á milli stofna. Komum við næstu Klæru. Og þannig hægt að skoða mengun á völdum þá mismunandi stofna hvort það sé einn stofn sem viðvarandi. Það ein mengun í ferlinu eða hvort þetta sé mismunandi nokkrum stofnar sem eru viðvarandi á mismunandi stöðum í vinnslunni. Og þegar þetta vitað að vita hvort að þetta sé einn eða fleiri stofnar, þá líka hægt að fara að kanna hvaðan hugsanlega þeir koma, hvort þeir komi frá umhverfi, einhvers staðar utan að, eða hvort að stofnarnir séu viðvarandi og geta verið þá bundnir við ákveðin svæði í vinnslunni ef þeir eru að koma aftur og aftur upp. Og við erum með verkefni, tækniþróunarsjóðsverkefni, þar sem við erum að skoða mismunandi stofna sem hafa verið einangraðir hér á Íslandi í mismunandi vinnslum, þá ekki bara í fiskeldi, heldur líka bara í rækjuvinnslu og annarri vinnslu. Og líka að skoða stofna sem hafa verið einangraðir úr umhverfi og úr sjúklingum. Og allar þessar upplýsingar koma til með að hjálpa við að fara í aðgerðir til þess að uppræta þennan mengunarvald. Takk. Takk fyrir þetta, Viggo. Gunnar, þú ætlaði kannski aðeins að kynna, það ekki? Jú, ég skal bara vera stutt og ég ætla byrst forðast því ég gleymdi einu verkefni áðan sem við erum að fulla í með Arctic Protein, þar sem við erum að finna leið til að gera verðmæti úr meltu, annars vegar úr K2 og K3. Og það verkefni er á fullri ferð núna. En ég ætla að segja ykkur aðeins frá strandbúnaði, eða sem það skiptum nafn núna daginn og við köllum það núna lagarlíf sem nú bara falleg íslenskt orð. Og við skiptum jafnframt logo. Ástæðan fyrir því að Matís með framkvæmdastjórn fyrir ráðstefnuna að það komi upp mál í janúar-febrúar í fyrra, mjög skyndilega og þá þetta framkvæmdastjóri hætti og þannig að þetta var svona ástand sem þetta bregðast við. Við fórum þannig í þetta af neyð til að byrja með en fljótlega held ég að við hjá Matís sem átt okkur því að í þessu félagst tækifæri til þess að auka samstarf og við aðila sem í eldi og ræktun og þannig að við höfum bara töluvert mikinn áhuga á því að sjá þetta. Þú mátt fletta hugmyndin á bakvið lagarlíf að skapa svona samskiptavettvang allar þeirra sem koma ræktun og eldun á Íslandi. Og ég hef oft hugsað til þess, ég átti viðtal við forstjórinn hjá eldisfyrirtæki og hann sagði ekki, við vorum að velta fyrir hvort þetta stytta þessa ráðstefnu, hún 2 dagar, hún verður núna 28. og 29. október, féll niður í fyrra út af COVID,
Hann sagði ekki, passa á því að stytta ekki, þú þarft alveg að eyða öðrum deginum í þjónustuaðilana og hann sagði ég lít þannig á þegar ég fer á þessa ráðstefnu, þá ég komin til að hitta kollegana og líka þjónustuaðilana og setja upp fundi með þeim og þannig að þetta bara mín ferð til Reykjavík til þess að sjá og hitta menn. Og ég held að þetta sé bara mjög mikilvægt. Það sem þetta gengur út á er að miðla þekkingu, gefa þjónustuaðilum tækifæri til að kynna allt það nýjasta og að bara aðrar hittist og ræði saman. Ég held að það sé bara einn mikilvægur þáttur í þessu. Við leggjum mikið metnað í þetta og ég bara vonast til þess að laxeldisiðnaðurinn sem ört stækkandi og hefur mikla fjármuni muni koma mikið að þessu í framtíðinni og gera þetta öfluga og spennandi ráðstefnu. Minni aðilar munu bara njóta góðs af því og ég vonast þess að sjá sem flesta í október. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá því að 27. október verður vinnufundur hjá Matís upp á Vínlandsleið sem við erum búin að fá styrk í og það koma að norrænir sérfræðingar í laxalús, fóður framtíðar fyrir eldi og ræktun stórseiða. Og þarna eru allir velkomnir, kostar ekkert. Og þetta verður þá bara deginum á undan áður heldur en að ráðstefnan hefst. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Gunnar. Jónas, þú ætlar að taka North Atlantic Seafood Forum, er það ekki? Já, ég ætla aðeins að reyna að plugga North Atlantic Seafood Forum. Það farið að styttast í þetta og ég í svona undirbúningsteymi sem hefur komið að undirbúið og setja upp málstofunar. Þeir sem að flestir kannist þið sennilega við North Atlantic Seafood Forum en þetta hefur farið fram síðustu 16 ár í Bergen og þetta hefur verið svona sér hannað fyrir það sem þið segja executive eða yfirstjórnendur í sjávarútvegi en núna náttúrulega á að keyra þetta sem netviðburð og það verða 15 málstofur, yfir 200 kynningar, það er búið að taka upp alla kynningarna fyrirfram en í lok hverra málstofu verður boðið upp á spurningar, þannig að þetta verður svolítið svona hybrid útgáfa af þessu. Prógrammið, þið getið séð það bara náttúrulega á heimasíðu North Atlantic Seafood Forum. En ég tel hérna upp nokkrar málstofur sem eru náttúrulega sérstaklega áhugaverðir fyrir okkur. Það er hérna Aquaculture and Salmon Supply and Demand málstofa sem eru mjög áhugaverð. Fjallað bara frambóð og eftirspurn eftir laxi. Sama er hérna Future Production Methods for Farmed Salmon. Það verður án efa mjög áhugaverð málstofa. Sama hægt að segja Aquaculture Feed Summit. Þannig að hvet ykkur öll til þess að skrá ykkur á viðburðin og sækja þessi seminar að málstofur. Svo er hérna Seafood Investor seminar og á honum eru öll stærstu fyrirtækin og þar meðal eru íslensk fyrirtæki sem eru. Ég sjá þarna Ice Fish Farm, Icelandic Salmon, Arctic Fish og Stolt Sea Farms eru þarna inni ásamt flest öllum öðrum í bransanum. Svo eru náttúrulega hérna Whitefish Summit og Shrimp Summit og Pelagic Seminar sem eru mjög áhugaverð. Það verður hérna málstofa Seafood Market Updates sem að Norwegian Seafood Council verður með. Svo verður hérna Sustainability Seminar, þar sem að Íslendingar koma fram og þar er meðal annars utanríkisráðherra sem að verður í fremsta sætið þarna. Og svo er líka rétt að benda á að það verður hérna sér málstofa Women in Seafood sem verður mjög áhugavert. Allt kostar þetta eitthvað og hérna sjáum við hvað kostar að sækja þennan viðburð. Náttúrulega, þetta er allt verulega ódýrara heldur en að þurfa að fara til Bergen, þannig að hérna, nú er tækifærið til þess að taka þátt í þessu og ef þið viljið frekar upplýsingar þá getið þið haft samband við mig. Það er ennþá hægt að gera sponsorar líka, þannig að ég bara kynnið ykkur málið og þið getið haft samband við mig ef þið hafið ykkur spurningar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Jónas og þá er svona formulegum fyrirlesturum lokið og nú höfum við tíma í smá spjall. Heyrt ýmislegt áhugavert, heyrt af faðernisprófum, skordýrum
ofurkælingu, listeríu og svona ráðstefnum, lagalíf sem við getum vonandi farið að hittast í raunheimum aftur. En það ágætt hérna að þið sjáu hérna upp í hægra horninu hjá okkur, þá möguleiki að rétta upp gula hönd og við munum kannski nota þann fítus til að biðja orðið. Þannig að ég bið bara fólk að þrýsta á gulu höndina og ég mun gefa ykkur orðið og þá kannski kynnið ykkur og berja fram spurningu eða komment eða hvað sem er. Og eitthvað eru hendurnar lengi að skila sér. En hérna Sigurður Pétursson. Ég ætlaði bara að spyrja birtingu rannsókna varðandi fóður rannsóknir. Hvar við getum séð þær, sérstaklega þá varðandi lax í lokaðu kerfi eins og við vorum að vísa til. Og já, hvar getum við séð birtingu á þessum rannsóknum? Jónas, ætlar þú að taka það? Já, ég get ekki þá. Við getum gert þetta í sameiningu. Við erum annars vegar að sinna rannsóknarverkefnum sem eru fjármögnuð af samkeppnissjóðum og þá náttúrulega birtum við alla niðurstöður. Hins vegar erum við líka í töluvert af kontraktuðum rannsóknarverkefnum. Mikið af tilraunum sem við erum að gera eru á því sviði og við erum með stórfyrirtæki eins og Mói til dæmis. Við þessi verkefni sem við höfum verið að sinna reynum við yfirleitt að gefa út Matís-skýrslur og það eru þá aðgengilegar á heimasíðu Matís og við erum líka þegar eitthvað spennandi að koma út þá birtum við fréttir það. Það skal hins vegar viðurkennast að við erum líka í mikið af þessum Evrópuverkefnum. Þar höfum við bara verið að gefa út skýrslu sem að birtast á heimasíðum þeirra verkefna. Þannig að og það einmitt eitt af því sem við höfum verið að ræða. Við þurfum að gera það meira aðgengilegt fyrir íslenskan iðnað með því að allavega búið til fréttir á heimasíðum Matís sem að vísa á þær skýrslur. Er eitthvað sem að... Ég bara kannski rétt að bæta við þetta það, eins og við höfum verið, held ég, allavega undanfarið þokkilega duglega að setja upp fréttir og svona mini heimasíður þessi verkefni inn á heimasíður okkar þessi fóður verkefni og það hægt að finna þetta ef vel að gáð inn á heimasíðu Matís. En svo kannski líka nefna af því að þú myndist á þetta lokaða kerfi, þá ekkert mjög langt síðan við fengum þetta stærra kerfi, þetta lokaða kerfi, þar sem að við getum verið að gera tilraunir þá með stærri lags og þannig að það ekkert mikið komið út af niðurstöðum úr því kerfi. Við höfum verið að keyra tilraunir í því örugglega síðastlið ár eitthvað svoleiðis. Þannig að það fer vonandi að koma núna að við getum farið að sýna einhverju niðurstöður úr einhverju verkefni sem verið að gera þar. Þannig að það tiltölulega líkumi, bara þess að nefna það. Takk fyrir þetta. Eva Dögg Jóhannesdóttir. Já, takk fyrir. Mig langar að spyrja Sæmund aðeins með umhverfis-DNA-ð og lúsatekk þannig. Myndist eitthvað á að það væri samstarfi Hafró, eitthvað verið að skrifa umsókn eða þið í samstarfsverkefni núna? Pínu áhuga að vita hvert eru komnir. Við, takk fyrir þetta. Ég var nú bara að tala með Ragnar í síðustu viku, sviðsstjóri Hafró, og við ættum endilega að kanna möguleikan á því að skoða umsókn í umhverfis- og sjókveldis. Og ég myndi náttúrulega aldrei fara í slíka umsókn á þess að heyri þér, Eva, með það, því þú ert nú svo mikill lúsa sérfræðingur.
En þá voru að hugsa kannski bara einfalda tilraun kannski í kerfinu hjá Hafró, þar sem við getum bara siglt lax með lús eða sett lús í kerfið og kanna hvort við finnum hann ekki örugglega með umhverfiserfðaefnum og síðan í framhaldi prófa þetta á kvíum. Má ég bæta við bara hvað tekur langan tíma að fá niðurstöður ef við tekum sýni núna fyrir vestan og sendi þér? Já. Já. Við erum ekki komnir með svona aðferðin upp á hreint, en þegar þetta er komið í gang þá kannski einn dagur eitthvað slíkt sem þá væri hægt að fá niðurstöður, en þegar verkefni er komið og við erum komið með aðferðina, en hún er bara ekki komin ennþá, þannig að ég kannski heyri bara í þér eða. Tölum saman betur, já, endilega. En það er gaman að heyra þegar þetta vekki allan áhuga. Sjálfsög. Takk fyrir þetta, Einar Kristinn. Og endilega hvetja fólk til að kynna sig aðeins. Já, ég heiti Einar Kristinn Guðmundsson, ég starfa verkefnum tengdu fiskeldi hjá SFS. Ég vil þakka kærlega fyrir þetta einstaklega fróðlega seminar sem við erum búin að vera að hlusta á, margt sem við erum búin að læra finnst mér af því að hlusta á ykkur og sérstaklega mista okkur sem snýra mér. Ég langar bara að spyrja þessu stigi eitt og það þetta með fóðrið sem að þið voruð að velta upp og segja okkur frá, sem þessi þróun í fóðurgerð af nýstárlegum toga. Og ég sammála ykkur það að það auðvitað fyrirliggjandi að próteinþörfin í heiminum fer svo mikið vaxandi á allra næstu árum, bæði með vaxandi fólksfjölda og vaxandi velmegun. Og ég held að þetta mál getur orðið svona kannski meira í kastljósi umræðunar þáttur heldur en hefur verið fram að þessu, og við sjáum samt töluverðar umræður þennan fóður þáttur svona siðferðilegu hliðin á því, eins og við þekkjum, ég ætla ekki að rekja. Og þess vegna finnst mér þetta sem þið voru að segja nýjar aðferðir við fóðurvinnslu mjög áhugavert í þessu samhengi, og mér langar því að spyrja þessi atriði og kannski önnur sem að snúa að nýstárlegri fóðurgerð. Hvar sjáið þið þetta svona í tímarúmi? Erum við að tala þetta á næstu 5 árum eða 10 árum, eða erum við að tala þetta á einhverjum öðrum skala? Þetta langar mér bara til þess að heyra í ljósi þess að ég svona kannski stend aðeins utan við þennan rekstur auðvitað, en meira að fjalla þessa stóru drætti í umræðinu fiskeldi. Takk fyrir það. Ekki best að ég reyna að svara því. Áhugaverð pæling, af því að það svo margir þættir þetta sem að hafa áhrif á hvert svari gæti orðið, hvort þeir sem horfa á 1 ár eða 5 ár eða 10 ár eða eitthvað meira. Auðvitað risastór þáttur í þessu í dag er kostnaður, og í þróun á öllu þessum nýju próteingjöfum þá er það náttúrulega fyrst og fremst kostnaður sem kannski gerir þetta tiltölulega erfitt fyrir að komast inn á núverandi markað. Þar sem þetta að keppa við vörur eða hráefni eins og til dæmis bara soja sem svona, ég var að segja, með þetta tiltölulega ódýrt. Og svo það náttúrulega samkeppni við ennþá samt sem áður fiskimjöli, þó að það sé farið lækkandi í hlutfalli í fóðri, þá svona oft miðað við verðið á því og gæðin á því sem svona einhvers konar benchmark. Og fiskeldisiðnaðurinn og fóðuriðnaðurinn, þetta svona eðlilega tiltölulega íhaldsamt, þannig að þetta tekur allt saman töluverðan tíma. En ég held að þörfin hún alveg ljós, og bæði er gott að við getum náð að auka úrvalið og að við séum að koma með sjálfbærari kosti inn í þessar formúleringar, og við getum séð það hjá ýmsum stóru fyrirtæki sem að framleiða fóður og í fiskeldi, að þau eru byrjuð að taka upp fóður sem til dæmis innihalda skordýraprótein til dæmis, og það mjög jákvætt að sjá það. Það nú ekki nema bara einhver 3 ár síðan að skordýraprótein var í rauninni bara leyfilegt í fóður fyrir fiskeldi, og það síðan önnur hliðin, að það regluverkið, og það náttúrulega tekur sinn tíma að breyta því. Og það fullt af rannsóknum sem þarf að gera áður en að þetta sé talið í rauninni bara göngum algjörlega skuggum að þetta sé algjörlega örugt eins og með skordýrin. En það núna loksins komið í fiskeldi. Ég held að við séum að horfa á 5 ár
við erum að horfa á 10 ár þar sem að þetta eitt og eitt að fara að detta inn í fóður. Eins og segja, við erum búin sem skordýrin. Þetta sé nefndi sem einfrumuprótein. Ég held að það sé mjög stutt í að það fara að koma inn og síðan fara fleiri og fleiri að bætast við og þetta eru miklu fleiri prótein út heldur en að ég nefndi hér. Vona þetta svaraði einhverju leyti. Takk fyrir þetta, Birgir. Jónas, vilt þú bæta við? Ég ætla nú bara aðeins að nefna að á morgun í fyrramáli klukkan 9 verður svona morgunverðarfundur sem að snýra uppsjávargeiranum og þar verður meðal annars fjallað hvað er verið að gera þar í kringum í sambandi við mjölið. Það er mjög áhugaverðar rannsóknir og þróun sem í gangi þar sem er verið að reyna að auka verðmæti á fiskimjölinu og koma því aðrar og dýrari vörur. Eitt af því startfóður en svo það líka inn í fæðubótaefni og annað slíkt. Og allt hlýtur þetta þá líka að hafa þau áhrif að þörfin eftir alternative proteins, öðrum próteinum muni aukast, þannig að þetta tengist allt saman. Ég hvet ykkur bara til þess að fylgjast með þessum fundi sem verður á morgun. Takk fyrir þetta, Jónas. Biggi, þú sagðir að regluverkið, þetta væri svona tiltölulega hægt, en þetta allt, það búið að leyfa allt núna, það ekki? Þú veist, bæði skordýr og einfrumuprótein og í fóður. Já, þetta er kannski ekki alveg svo einfalt, en sko, það eru vissar skordýrategundir sem eru leyfðar í fóður fyrir fisk, en ekkert endilega í allar aðrar dýrategundir en það til dæmis verið að fara að opna núna fyrir fugla og svín. Þannig að þetta svona kemur smá saman en til dæmis þetta einfrumuprótein það í rauninni leyfilegt en það fer eftir í hvaða tegund af bakteríu eða svepp þú ert að nota í gerjunni líka. Hvort að það sé á grænum listum, svo má segja. Þannig að það í rauninni í sjálfu sér leyfilegt og sama með til dæmis ef við tölum örþörunga þá fer þetta algjörlega eftir í hvaða tegundir við erum að tala að vera að rækta og hvaða tegundir eru nú þegar leyfðar í matvæli. Þannig að þetta allt saman mjög flókið og gengur hægt, en jú, svo sannarlega alveg hellingur leyfilegt nú þegar. Takk fyrir þetta. Ég sé nú ekki fleiri gular hendur á lofti, þannig að ef það einhver sem vil bæta einhverju við, þá orðið laust. Ef ekki, þá held ég við förum bara að loka þessu og þakka fyrirlesturum og gestum fyrir komuna og minnum á aðra fundi sem má sjá heimasíðu Matís, eins og Jónas nefndi áðan, og bara þökkum fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir.